Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magazín. Framundan skemmtilegu þáttur. Við fylgjumst með heimsókn hóps fatlaðra einstaklinga í bílaleiguna Blue Car á Keflavíkurflugvelli, ræðum greiningu á ferðamanninum sem kemur til Íslands og fáum brot úr viðtali okkar við nýskipaðan yfirlögregluþjón lögreglunnar á Suðurnesjum. En það tæplega 40 lögreglukona. En við byrjum á heimsókn í eina stærstu bílaleigu landsins með vinum okkar á hæfingastöðinni í Reykjanesbæ. Þau tóku bílaþrif, olíuskipti og fleira. Það var spenna og stemning í hópi ungmennanna á hæfingarstöðinni í Reykjanesbæ þegar þeim var boðið í heimsókn til að skoða starfsemina hjá Blue Car Rental bílaleigunni við Keflavíkurflugvöll. Á hæfingarstöðinni fær fólk með fötlun ýmsa þjónustu en sinnir jafnframt ýmsum verkefnum fyrir aðila í samfélaginu. Og ég kom með PlayStation 4. Þú leiðu bíla hjá okkur? Ég líka. Þú skemmt okkur það? Valli, viltu koma með okkur? Kíkja hans inn aftur. Já. Ekki? Leiðu bíl? Ef þú leiðu bíl? 30 manns ásamt aðstoðarfólki kom og fekk að prófa ýmislegt í starfsemi Blue Car sem einn stærsta bílaleiga landsins en hjá fyrirtækinu starfa nú 80 manns. Hjá Blue Car þarf ýmislegt að gera, til dæmis að þrífa bílaleigubílana. Og svo gaman að koma í afgreiðsluna. Já, auðvitað tekur þú hann. Hérna, hertan. Og svo tekur þú tilbaka og svo... Á verkstæðinu var ýmislegt sem krakkarnir fengu að gera, skipta olíu, herða hitt og þetta og fleira skemmtilegt. Hafðu þið búin að skipta olíu á drifinu? Þetta nú ekki erfitt, það? Nei, þetta skilja. Þú gætir alveg gert þetta, sko. Svo tekur þið... Hvaða þýðingu hafa svona uppákomur eða heimsóknir fyrir þetta fólk? Þær hafa bara heilmikla þýðingu, alltaf gaman að gera sér dagamun og breyta til og svona ákveðin tenging við atvinnulífið. Þau hafa gaman að þessu? Algjörlega. Er það ekki Davíð? Það er bara stuð og gaman. Já, bara mjög gaman, en við bara pröfa allt. Pröfuðu þið allt? Ég pröfaði allt. Já. Það var bara öll. Það væri nú gaman að vinna hjá fyrirtækinu. Ég skal... Lakið að vinna þetta. Já. Er það ekki? Myndirðu ekki vilja vinna þetta? Jú. Já. Þannig að er það algengt að fyrirtæki sé að bjóða fólkinu ykkar í heimsóknir? Nei, það hefur ekki verið það. Þannig að við erum afar þakklátt fyrir þetta tækifæri að fá að koma og skoða þjónustuna. Hvað er þetta margt hjá ykkur? Þessar myndir? Við erum í kringum 30 og 11 starfsmenn. Er það að fara á fleiri staði? Í dag? Nei, bara á næstunni? Nei, ekki svo vitum. Við erum að fara sjálf í vorferð í næstu viku. Við erum að fara að skoða Sólheima. Þannig að við reynum að kíkja heimsóknir á aðra staði líka. Var gaman? Og gaman. Það ekki? Jú, mjög gaman. Ég bara áður á Sólheima 3 sinnum. Þetta er flott. Það er bæinn. Þetta er búið að vera frábær dagur allan það sem komið og það er smá eftir og við hæfingarþjónustan hefur náttúrulega, hæfingarstöðin hefur verið okkur tengdur svolítið lengri tíma og við munum á nokkru verkefnum með þeim og þetta er einn liður í að gera þeim góðan dag og hafa gaman. Kynna þeim starfsemina sem er hansi viða mikil hjá okkur? Algjörlega, við skiptum þessu tvennt í dag, annars vegar móttakan og þrifin og svo hins vegar þjónustan við bílana og þau fengu að velja sjálf og völdu svona eftir sína áhuga sviði. Þannig að ég held að flestir hafa haft mjög gaman þessu voru að gera. Var eitthvað vinsælla en annað hjá ykkur? Já, mér sýndist smyrja bíla, það hefði verið svona allra skemmtilegasta og þau fengu að taka mikið þátt í því. Það er náttúrulega mikilvægt að fá þetta fólk sem er með skerta starfsgetu og kynna þeim svona hvernig hlutinni ganga fyrir sig út í atvinnulífinu, er það ekki? Jú, og ég held að það séu margir sem bara hreinlega viti ekki hvað er mikilvæg góð starfsemi þarna uppi á Hæfó og mikið af flottu fólki þar og þegar maður kemur og sér hvað er að gera og er að vinna, það er alveg magnað. Og þetta fólk, og ég þekki marga, það eru fermingarbræður hérna með mér og mikið af fólki sem er tengt mér hérna kringum þetta. Þannig að mér þykir rosalega vænt um þetta verkefni og sömulegis gaman að sjá hvað krakkarnir eru búin að gleðast vel inn í þetta. Þannig að við getum kallað þetta samfélagslega ábyrgð hjá fyrirtækinu? Já, það er hægt að kalla þetta hvað sem er. Þetta er náttúrulega snýst um það að gera þeim glaða og ef aðrir finnst það flott og fallegt og hafa gaman að þá er það náttúrulega bara frábært líka.
Þannig að þið eru sæl og glöð með þetta og maður sér að það eru mjög margir starfsmenn hjá ykkur sem taka þátt í þessu líka. Já, við bara lögum starfsemi hjá okkur í dag, við lokuðum öllu og allir sem vildi gátu tekið þátt. Þannig að einhverjir á vöktum hjá okkur í fríi en flestir sem voru að starfa í dag bara tóku virkilega mikið og góðan þátt í þessu og einhverja unni á hæfingarstöðun áður. Þannig að þeir þekktu alla og voru miklar hetjur í þeirra augum. Það er ekki alltaf að fara á flegi ferð í ferðamannabransanum núna eftir smá högg, nú er sumarið komið og... Það má eiginlega segja að fyrsta stóra helgi sé helgina næstu. Þannig að þetta var góður tími til að leyfa þeim að koma og gefa þeim svolítið góðan tími að gera þessa hluti sem þeim finnst skemmtilegast. Þannig að nú er bara sumarið framöndan og fullt fjör. Bjassinn? Já. Nú að gera? Hvernig eru bókanir fyrir sumarið? Þær líta bara þokkalega út. Smá breyting frá því fyrra en við erum bjartsýnir. 1, 2 og sís! Þetta segir blú! Einhver og blú! Eftir heimsóknir á vinnustæðana hjá Blue var haldið á skrifstofunar og þar biðu góða veitingar og Magnús Sverrir forstjóri þakkaði krökkunum fyrir daginn. Og aldrei að vita við höfum eftir að gera þetta kannski aftur seinna ef þið viljið. Við sjáum til. Ég held þið viljið það. En nú ætlum við að fá okkur smá pítsu. Þannig að þið með bara fara inn í eldhús og vaðið í þetta og fá okkur að borða og að drekka. Fullt til. Ok, klart fyrir ykkur.